bæði að lesa hvatningu frá Rithöfundasambandi Íslands. Þaðan hafa borist reyndar 2 hvatningar eða ályktanir í dag, frekar en 1. Önnur varðar barnabækur, ég ætla að lesa hana fyrst. Rithöfundasamband Íslands. Íslenskir barnabókahöfundar og lesendur þeirra hafa haft tilefni til að gleðjast að undanförnu. 1. desember voru 5 höfundar í fyrsta sinn tilnefndir til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í sérstökum flokki, auk þess sem nýverið var stofnað til verðlauna fyrir barna- og unglingabókmenntir á vettvangi norrænu bókmenntaverðlaunanna. Gildi slíkra verðlauna fyrir bókmenntir er ótvírætt. Börn sem nærast ung á bókum búa að þeirri reynslu ævilangt. Kannanir sýna að ógnvænlega stór hluti ungs fólks les hér ekki til gagns og þá væntanlega ekki til gamans heldur. Hlutverk fjölmiðla í því að gera bóklestur spennandi snýr því ekki aðeins að bókmenntum heldur hverskyns læsi, meðal annars á fjölmiðluna sjálfa. Dæmi velheppnaðan þátt sem einmitt vekur áhuga á virkni tungumálsins er orðbragð, nú á dagskrá á Ríkissjónvarpinu. Því er afar hryggilegt að niðurskurður Ríkisútvarpsins skuli bitna svo harkalega á framleiðslu menningarefnis fyrir börn og unglinga, ef þættirnir Leynifélagið og Hvað er málið leggjast af áramót. Rithöfundasambandið lýsir þungum áhyggjum vegna þessarar þróunar og skorar á stjórnendur Ríkisútvarpsins að taka þessa ákvörðun til gagngerðrar endurskoðunar. Undir þetta ritar fyrir hönd stjórnar Rithöfundasambands Íslands Kristín Steinsdóttir, formaður. Síðari áskorunin og ályktunin frá Rithöfundasambandinu hljóðar svo. Rithöfundasamband Íslands harmar stórfelldan og fordæmalausan niðurskurð á starfsemi Ríkisútvarpsins með fjölda uppsögnum og skertum fjárframlögum. Í öllum lýðræðisríkjum sem starfrækja ríkisfjölmiðla gegna þér lykilhlutverki í að viðhalda auðugri menningarumfjöllun og standa vörð hlutlæga og faglega upplýsingagjöf. Í yfir 80 ár hefur Ríkisútvarpið lagt sérstaka rækt við íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og menningararfleifð. Kappkostað hefur verið að hver einasti Íslendingur, óháð búsetu, hafi sem bestan aðgang að faglegum fréttum og fjölbreyttri afþreyingu auk vandaðrar umfjöllunar listir og fræði. Ríkisútvarp hefur verið í fararbroddi við að veita víðtæka almenna fræðslu og gera sérstök skil málefnum lands og þjóðar í þeim tilgangi að tryggja hlutlæga upplýsingagjöf íslenskt samfélag sem og heiminn. Ríkisútvarpið hefur ævinlega reynt að hafa í heiðri grundvallarreglur lýðræðis og mannréttinda og standa vörð frelsi til orða og skoðana. Ráðamenn Íslenska ríkisins og stjórnendur Ríkisútvarpsins hafa með óvægnum aðgerðum sínum ráðist að gríðarlega mikilvægri kjarnastarfsemi í menningarumfjöllun þjóðar sem hefur arfleifð og tungumál að vernda. Stórfelldur og harkalegur niðurskurður af því tagi sem íslensk stjórnvöld hafa nú beitt Ríkisútvarpið ógnar bæði lýðræðislegri umræðu og málfrelsi. Tjáningarfrelsinu er hætta búin, íslenskri tungu er hætta búin, listsköpun er hætta búin. Hér er að ræða aðför að menningu heillar þjóðar sem má ekki líðast. Við fordæmum þessa forkastanlegu aðför að þjóðarmiðli Íslendinga, Ríkisútvarpi og sjónvarpi og krefjumst þess að aðgerðirnar verði dregnar til baka. Þessi yfirlýsing frá stjórn Rithöfundasambandi Íslands er send á systurfélög Rithöfundasambandsins á Norðurlöndum og í Evrópu.
ánægja að kynna Melkorku Ólafsdóttur sem náttúrulega sigraði hug og hjörtu þjóðarinnar þegar hún bauð ónefndum alþingismanni upp á kaffibolla. Eldgömul saga segir að manni sem gengur inn í rökkvað herbergi. Í myrkrinu rekur hann augun í snák sem hringar sig ógnvekjandi fyrir framan hann. Hræðsla og ótti yfirtaka manninn, þar til hann áttar sig á því að kveikja á ljóstýru og beina henni að snáknum. Í ljóskeilunni sér hann að það sem hann taldi vera snák ekkert merkilegra en reipisvöndull. Ótti hans var óþarfur og maðurinn áttar sig á sannleikanum sem birtan ber honum. Í togara á útmiðum vinnur sjómaður í myrkri. Í frystihúsi á Vestfjörðum stendur þreytuleg kona í myrkri. Í eldhúsi í Garðabænum borðar fjölskylda ýsu og kartöflur í myrkri. Á stræti í útlöndum gengur íslenskur námsmaður í myrkri. Á þjóðvegi fyrir austan keyrir bóndi í myrkri. Á elliheimili í Breiðholti prjónar gömul kona í myrkri. Í strætóskýli í miðbænum standa unglingar í myrkri. Þetta myrkur þekkingarleysi. Þetta myrkur menningarleysi. Þetta myrkur sjálfhverfa, æsifréttamennska, yfirborðsmennska og ótti. Þetta myrkur þess eðlis að það læðir inn tánni og villir á sér heimildir. Það getur jafnvel farið svo að þeir sem í myrkrinu dvelja gleymi því að nokkuð annað sé til. Þeir venjast myrkrinu, reka sig hver í annan því þeir sjá ekki að það nóg pláss fyrir alla. Þeir láta kannski segja sér að þeir eigi ekkert val, að það sé ekkert til í þessum heimi nema þetta endalausa myrkur. Þeir gleyma því að þeir þekktu einu sinni eitthvað annað. Samfærast jafnvel á endanum að þeir hljóti hafa valið þetta myrkur sjálfur. Eða þeir geta kveikt á útvarpinu. Við kveikjum á útvarpinu og þar opnast heimurinn. Þar vonin, þar vitneskjan. Þar allt það sem stærra en við sjálf. Og það bjargar okkur. Vegna þess að við þurfum öll á því að halda að vera mynd á þetta stóra, á hið stóra í hinu smáa, á fegurðina og samhengið. Þegar hart í ári þurfum við ennþá meira á því að halda. Við getum það ekki öðruvísi. Stjórnustríðið hefur aldrei verið unnið nema því að Jóta birtist á réttum tímum með vitneskju sína, yfirvegun og inspirasjón. Gandalfur í Hringadróttins sögu, Dumbledore í Harry Potter. Ef við drepum vitringana, hefur myrkri vinningin. Útvarpið vitringurinn sem við getum ekki án verið. Það vitringur samansettur úr því besta sem við eigum, því fallegasta, því fróðasta. Það menntakerfið okkar, heilbrigðiskerfi og upplýsingarkerfi. Það stund milli stríða, það sameiningarafl. Þar vandað til verka og það sem vandað til verka, þar sjálfsvirðing. Sjálfsvirðing þess sem hlustar, þess sem leitar sannleikans, þess sem setur hlutina í samhengi og þess sem aflar sér þekkingar og andlegra verðmæta. Sjálfsvirðing heillar þjóðar.